ég myndi ráðleggja þeim sem að eru með þetta í fjölskyldinu sinni núna í dag að fara í erfðapróf. Ég hef ekki ráðlegt það fyrir 5 árum síðan áður en að koma þessi lyf sem ég geta sko hægt á þessu af því að það er hægt að gera eitthvað núna en það var ekki hægt að gera þetta áður og því fyrir sem að gripið er inn í því meira nær þetta að stoppa það sko. Já. Og ef þú veist þú ert með gena og kom upp einkenni þá sleppur þessu sem biðtíma sem fer ég að fara í það en svo þú veist, ég veit ekki hvort að það er eitthvað, þetta lifi vist mjög dýrt og Íslenska ríkið er ekki fyrir eitthvað erfiðir með að niðurgreiða. Já, að lega fleirum að fara á það sko. Hversu hvað varðum hvað heitir þessi regla þarna? Pýþagórasreglan. Nei, ég man ekki hvað Hippókratesar, hvað heitir þetta? Eiðurinn, þar sem þú ert bara að hjálpa fólki. Já, það er náttúrulega, þú veist, heilbrigðis þjónusta á að vera svo besta sem völ er á hverjum gefnum tíma, eitthvað svoleiðis. Já. Og það er hinn Norðurlöndin, þau hafa ekki samþykkt þetta lyf, þau eru bara reikna út að það borgar sér ekki. Ég finnst þetta svo galið. Ég veit það, en Siðlaust. Já, þetta er það. Þetta er svona. Og þú veist, hvað er að draga línuna líka og þú veist, hvað er reikna hvað út, þú veist, hvað hefur þetta áhrif á, þú veist, komandi kynslóðir líka, þú veist, hvað og þetta verður ekki svona dýrt eilifi ef að fleiri kaupi þetta. Þú veist, þá lækkar kostnaðurinn á endanum, sko. Þannig að jú, þetta er erfitt. Þannig en Helga hún er með þetta, hún þurfti að berjast fyrir þessu sko. Hún fær lyfið samt. Já, hún þurfti að berjast fyrir því og meðan hún var að berjast fyrir því að fá þetta lyf þá missir hún alveg sko krafti í nokkurum fingurum sko, ef hún hefði fengið þetta strax þá var hún ennþá með alla putta á hreinu en